Heyrðu þetta Hjöppi? Spila þetta? Já, á fullu. Þvílík stemming hérna maður. Hlustendur að hlusta á þáttinn FM 95 Blöð sem hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn og á móti mér situr Hjöppi K þar sem hann komst ekki í gær. Vertu velkominn Hjöppi. Já, blessaður. Hvernig ertu? Mjög góður. Alltaf feskur eða ekki? Jú, alltaf gríðlega feskur. Það föstudagur. Fyrsta spurning, föstudagur í þér Hjörvar? Já, það alltaf föstudagur. Er það ekki? Jú, þetta bestu að þér. Já, það eitthvað svona mest í sjarmiði föstudagur því þá öll helgi framundan. Já, ég sá hérna Sölvi Tryggva hérna, stórvinur minn, hann var að væla eftir hann daginn. Þeir sem segja mánudagur séu leiðilegir ætti að fara að skoða hjá sér áfengismynstrið. Sölvi þegið. Já, brutaði upp í einu sinni. Nei, ég ætla ekki að orða þetta svo. Fallegi maður, þegið þú samt einu sinni. Ekki nógu sett með fáránlega góðan fatasmekk og ógeðslega þykkt hár. Getur ekki látið okkur inn í friði núna í smástund. Sölvi Tryggva, what a human being samt. Eðal maður og við ætlum ekki að fara að rakka hann niður þennan drottinn stýrðar föstudag. En það oft segjum við í byrjun þáttar að það sé hellingu framundan en það hefur sjaldan átt jafnvel við og núna, sveið með það. Við erum með rosalega þáttandegur Herbert Guðmundsson eða Herbert the Herb Machine Big Herb á leiðinni í stúdíóið og af hverju, jú, Eurovision lagi hans komið út á ensku Life is good, þannig að við ætlum að rappa aðeins við þann kóngi hérna á eftir og heyra Eurovision lagi hans með enskum texta og það vill líka svo skemmtilega til að Magni kemur til okkar í næstu viku með Hugaró á ensku og báðir þessi menni er að frumflytja þetta hérna í FM 95 Blöð en það voru þetta lög sem við studdum í keppninni. En við styrum að tala um þetta lag hérna, kanntu dansinn? Með, support Beggo ekki eitthvað eins og þeir að syngja kynni Ég hef ekki hugmynd að syngja en þetta dans sem allir orðið kunna held ég Já, það svona, þú gerir svona hreyfingu eins og sérst að Aja, el simbre naja Nei, ég kann ekki dansinn, sant? Ég voru að læra dansinn Já, kanntu hann? Ég kann hann, já. Ég kann yfirleitt alla svona dansa. Ég get ekki Macarena bara 0-1. Varstu snöggur hann á honum? Vá, herðu, hann var að gera þetta í stúdíu. Ég kann líka ketchup hérna. Hip. Kann hann. Svo kann ég Saturday Night dansinn hann með Vikvild. Saturday night and I like the way you move ding. Herðu, það svona dögum sem ættum að vera í sjónvarpi. Hann að sína með dansana hérna Hjörvar og gerir þetta vel. Þú ert með moves þráttur að vera stór maður. Já, ég svona léttur Justin Timberlake í mér. 1.88 en get dansað. Justin ekkert 1.88? Já, hann 1.88. Hann svona hávaxinn? Já, ég hef hitt hann í Kaupmannahöfn og hann jafn stór og ég. Vá, það kemur endur óvart. Ég held að Justin var svona ekta tittur. Nei, ég elska þegar ég læri eitthvað nýtt. Takk fyrir þetta, Hjörvar. Það sér hins vegar tittur. Ég hef getað haldið á honum bara. Já, Justin Bieber sko bara á svipari stærð og Dæja Systir sko. Hvað er það, 1.58? Nei, 1.60 og eitthvað, 1.62 eða eitthvað. Ég held það allavega, sjálfgjör tittur. Og já, býtu, hvert var ég komin? Já, Big Herb á leiðinni, Herb Machine, hann ætlar að kíkja okkur með enska lagið sitt. Chubby Little Swessmen eins og alltaf á föstudögum mæti með föstudagslagið og ég held að sé rosalega gott lag að þessu sinni, eitt af mínum uppálds. Svo Brjátbreki, við ætlum að heyri honum þar sem að hann svaraði ekki í gær. Ég talaði eins og að við hann í gærkvöldi, hann skeitt eitthvað á sig og ætlaði að lofa mér að hann myndi verða við síman í dag og hlakkaði til að spyrja af hverju óskupan hann svaraði ekki í gær. Og svo flottulega-keppnin eins og alltaf hjá okkur Hjöppa og við ætlum ekki í tuðhornið, við ætlum í pepphornið, ekki satt? Jú. Pepp. Af því að föstudagur þá á maður ekki að vera að tuða, þá á maður að vera pepp einhvern upp og við ætlum að fá fólk til að ringja inn hérna eftir og svona pepp einhvern sem þarf gott pepp á að halda. Það þurfa allir að peppa að halda. Já, það er hárrétt hjá þér. Þannig að eins og þú heyrir kæri hlustandi þá magnaði föstudagur framundan, ekki vog ykkur að spilum samt aftur síðan lagið hérna. Æsja. Portugalska? Já, spilaði sér brasilíska. Is anybody out there heitir þetta lag og já, maður spyr, is anybody out there? Skemmtilegt svona. Skemmtileg tenging við lagið hérna hjá mér. En það eins og komið að slúðri dagsins. Hér framundan föstudagslagið með Svessa Bergmann, Herbert Guðmundsson, Brjátbreki og fleira. Nóum að vera hérna í okkur strákun. Og ég ætla að byrja slúðrið á Adam Sandler sem var lengi í uppáldi hjá mér og einn uppáldsgrínist en hann Sveppa líka. Hann hins vegar búinn að vera með allt lóðrétt niður þessi síðustu ár því miður eins og þetta mikill fagmaður og það nýjasta með honum að hann búinn að ákveða að gera Grown Ups 2. Ói. Já. Hann gerði Grown Ups 1 hérna daginn með Kevin James og honum vinnan sem Rob Schneider og fleiri sem og David Spade og Chris Rock. Þetta var ekki góð. Hann hefur eiginlega bara skítið samfellt í sig síðan
hvað var að segja? Síðan Waterboy? Já, sko, það er eitt að drullu upp á bak. Hann er komið, þetta byrja að leggja í augun á honum. Þetta er alveg skelfilegt. Hver leiðilega myndin á fætur annar? Sem er sorglegt að því að þessi gauri er snillingur og Kevin James sem er með honum í Grown Ups er einn af mínum uppáhalds. Hann er bara núna í Zookeeper og Mallcop. Hann er geðveikur sem Doug Heffernan. Þú er með svo lélegan húmor, þið finnið eitthvað svona samskipti kynjana, eitt feitur amerískur kall og... Heffernan er bara fagmaður. Ekki drepa mig maður. Ég elskan. Hvað er besta Sandler-myndin? Besta Sandler-myndin er Happy Gilmore. Billy Madison. Happy Gilmore hjá mér. Herru, en allavega þá hefur Adam Sandler ákveðið að gera kvikmyndina Grown Ups 2 en allir sem tóku þátt í fyrirmyndin hafa ákveðið að endurvekja hlutverk sín og hann er einnig búinn að tryggja sér Shaquille O'Neal í eitt hlutverk hérna. Þetta með disaster bara written all over þetta einhvern veginn. Heyrðu þetta? Með sami hópurinn, Shaq er núna komin líka í vinahópinn. Hann hefur ekki leikið síðan hann drullaði upp í Kasim held ég. Manstu til þeirri mynd? Já, maður þeirri mynd. Hjálpið mér. En þetta kannski kætir einhver aðnúti. Grown Ups 2 á leiðinni og megið þið skoða kvikmyndasmekk ykkar. Næsta slúður er af stúlku sem heitir Frances Bean Cobain. Veistu hvað það er? Væntanlega dóttir Kurt Cobain. Það er ástæðan fyrir verðirna, your detention to details, Hjöpi. Og hún er núna í slúðrinu og hún er náttúrulega dóttir hennar Courtney Love líka. En hún er núna að fara fram á það, hún, Frances Bean, dóttir Cobain, að mammina verði bönnuð á Twitter. Það er hrikalega skemmtilegt þú ert að alast upp við það að móðin er það vangiðun að þú vilt láta banna hann á Twitter. Ástæðan, hún var að twitta núna daginn, hún Courtney Love að Dave Grohl og Courtney Love hata hvort hana og það hefur alltaf verið því að þau hafa verið að berjast réttin á Nirvana-lögunum eftir að Cobain skaut sig. Þetta er eitthvað sem ég veit en eitt af þessu fáa sem ég hef lesið það er Nirvana og núna var daginn var Courtney Love að twitta að Dave Grohl væri alltaf að reyna við dóttir sín og hefði byrjað að reyna við hana þegar hún var 13 ára. Og Frances Bean Cobain segir hérna þetta sé mesta kjaftaði sem hún hafi heyrt og Dave Grohl hafi verið ekkert nema góður við hana og það ætti að banna móði sína á Twitter og ætlar hún að berjast fyrir því. Skemmtilegt. Já, þetta er flott. Hressandi móðir, Courtney Love, þvílíkur aumingi. Án gríns, ok, pappin hann er búinn að fyrirfara sér fyrir framann bara heiminn nema svo ertu með Courtney Love sem einhvern veginn er, það er pissulegt hann, ég þóla hann ekki. Hún er með allt niður þessi. Þá er næsta slúður og það er slúður sem svona eiginlega hryggir mig. Morgan Freeman sem er toppmaður, einn af mínum uppáhaldsleikurum. Hann er víst að fara að giftast his step granddaughter eða svona stjúbarnabarni. Og stúlkan er 27 ára en Morgan Freeman er 70, það eru 50 ára, það eru 44 ára milli þeirra. Og þau eru búin að vera saman vist í 10 ár frá því hún var 17 ára. Og þetta er eins og ég segi hvað til leiðilegt. En umbásmenn hans þvertaka fyrir þetta og segja þetta sé rugl. En þetta vist komið out in the open núna í Hollywood og ég veit það ekki. Ég er búin að gera samningu með Morgan Freeman að þegar myndinu mig verið gerð eftir 2 ár, þá mun hann tala inn á hana. Já, ef ég væri Morgan Freeman, hann myndi bara sitja út í horni og tala við sjálf mig. Hann er með það góða rödd, þú vilt bara heyra hann tala. Bara og hann er líka svona típa, Morgan Freeman. Þegar ég las þetta slúður að hann, ég var svona að hugsa með mér, á ég að hendi þessi slúðupakkan. Því það eru suma manneskjur sem að þú vilt bara ekki að segja skýta á sig. Hvað er að tala um? Bara vilt ekki, þú vilt ekki segja neitt slemmt við þar og Morgan Freeman er ein af þeim. Ásgeir Kolbeinsson hennar. Já, Ásgeir Kolbeinsson, það er akkurat típa sem maður vill alls ekki tala illa en sameiginlegt með Morgan Freeman og Ásgeir Kolbeins að stundum bara ekki annað hægt en að tala illa þó þau séu toppmenn. Já, þetta var slúðupakki dagsins. Hvað fannst þér svona standa upp úr í slúðurinu? Ég fannst þetta með Freeman dæmi bara ótrúlegt Já, og líka reynda með Courtney Love. Mér finnst þetta góður slúðupakki. Fóst ég eitthvað í slúður daginn þegar stelpan vændiskona sem var með Mario Balotelli og Wayne Rooney hafði líka verið með dvergnum í Lord of the Rings? Nei, hvað heit það? Game of Thrones? Nei, dvergurinn í þáttunum myndunum, Harry Potter myndunum? Nei, mér fjallaði ekki það slúðurinn. En hún sagði að hann var í Randy. Já. Það er eitthvað svona alveg hellaður á því, Já, það er glæsilegt. Smá auka slúður þarna fyrir ykkur á föstudegi. Hjöppi Káir í stúdíónu og við verðum með ykkur til 6. Það er komið að All Immerse.
Heba Guðmunds, hann að fara að frumflytja hérna lagið, Eurovision-lagið sitt á ensku. Svo Sverrir Bergman með föstudagslagið, Brjátbreki og fleira. Þannig að það alltaf að gerast hérna hjá okkur strákunum. Það bara þannig. Þetta er föstudagur. Herri, sástu hérna blaðið í gær? Blaðið? Semst held ég að vera fréttablaðið. Þar voru hérna feministafélagið að vera kvart yfir því að stelpunnar sem að auglýsa undirföt í hagkaupsbæklingnum séu full grannar. Okay. Og Hagkaup tók bara nokkuð vel í þetta. Já, bara myndarlega stelpur, bara ekki feitar. En Hagkaup hefur tekið vel í þetta og ætla að vera með þykkari stelpur næst. Og ég var að hugsa með hversu leiðilegt er það að fá símtali núna frá Hagkaup. Já, heyrðu, við ætlum að vera hérna með aðeins svona feitar núna, sko. Þannig að það segir þetta ekki þannig. Þannig að væri þú ekki klár núna? Nei, þú veist, þú ert búin að sjá þessa frétt að það eigi að ná í þykkari. En sko, þykkari, ég til dæmis, ég þekki nú eina stelpuna sem að ég hef aldrei, það er ekki eins og þetta séu ykkur svona anoreksisjúklingar sem auglýsa fyrir Hagkaup. Nei, alls ekki, langt í frá, bara svona fólk sem hugsaður sig og passa hvað að borða. Já, bara í tóformi. Þannig að vilja þá feministar að þetta sé fólk sem er með svona, hann áttu að vera með smá slapp eða? Já, ekki ábyggilega, en þú veist, það er bara svo leiðið þetta að fá símtalið núna, sko. Já. Þú veist, eða er það eitthvað svona, herðu, mér eru of massaður og of hangnir þessi gæjar hérna sem auðvitað nærbúsnar. Það er full mikið bólgaði. Ég var nú alveg til í einhvern svona bara tjöbbi gæja frekar svona og enga heldur bungu þarna. Já, Hjöbbi, það vantar hérna. Við erum að leita mönnum hérna fyrir nýju undirfattalínu okkar. Ertu klár? Ertu klár, já. Þetta er góða punktur, sko. Pínu Tjöbbi, jú, ég er klár. Já, ég ætti að geta tekið það að mér. Þetta er, en ég samt, sko, það er einhvern veginn, eins og feministar séu bara aldrei sátti núna. Það er alveg sama hvað það er. Já, þetta er skemmtilegt fólk. Þetta er hérna, náttúrulega, líka þægilegt fyrir blaðamenn. Þú þarft ekki að fara og sækja neina fréttir. Þú lætur þetta bara hringi þig og svo skrifar þú. Og staðinn fyrir að vera eitthvað að vinna með síman og þurfa að gera eitthvað, þá færðu bara fréttina beint í hendunar, sem er náttúrulega algjör veisla. Þá getur þú hætt fyrir vinnunni og farið bara í sund og leika þér eitthvað. Miklu þægilega. En hvað hérna, nú er Herbert Guðmunds á leiðinni og þetta er í fyrsta sinn sem að hann fyrir viðtal eftir þetta Eurovision fiasko. Eurovision skandallinn. Þetta er maður sem þjóðin vildi áfram en fór einhvern veginn ekki áfram. Nei, þetta var mjög sérstætt. Ég persónulega hlakka mikið til að heyra lagið hans á ensku. Já, vá. Hvað hét það aftur á íslensku? Það hét hérna, nú setur við með á spottið maður. Ég man ekki hvað hétt á íslensku. Jú, Eilíf ást, eða ekki? Eilíf ást, jú. Það er hárrétt. Ást, eilíf ást. Já, maður hefur ekki heyrt það í langa tíma. Þannig að það verður gaman að heyra þetta. Jó, þetta er reyndar mikið spilað á klúbbum og svona, þannig að þú veit greinilega ekki mikið á þeim. Nei, ég er náttúrulega bara heima að vera melgar. Það er hins vegar komið hérna smá auglýsingapakka. Og svo komum við grjótharðið með Herbert Guðmundsson, Tjöbril og Svessmenn og fleira. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugg. Life was like a box of chocolates. Þú gæti nættri 5.000 kr. inneign hjá filma.is. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Sumarleikinn með Gróls í hönd. FM Belfast og Úlfrúlur á NASA 8. apríl. Á miðnætti hringjum við sumarið. Komið og fagnið með okkur, elsku vinir. Forsala á mið.is. Á Wilsons færðu 16 tómum pizzu með 3 áleggjum og ostastangir fyrir aðeins 1990 krónur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Sópaðu að þér milljónunum. Lottobotturinn stefnir í 27 vorlegar milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Gleðidagar á Risso Pizza. Við erum í svo góðu skapi að við ætlum að halda áfram að bjóða lægra verð á eldbökuðum pítsum. 1380 krónur allar pítsur á matseðli. Hringdu núna í síma 577 7000. Risso Pizza, Grensásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. Því eldbakað er einfallega betra. Við eigum afmæli og gefum öllum N1 kortöfum 5-falt fleiri N1 punkta en venjulega í tilefni dagsins. Nýttu tækifærið. Sjáumst. N1. 5-falt fleiri punktar í leiðinni. Skvísukvöld, öll föstudagskvöld á Búta. Prísir í fötu og 3 fyrir 1 á Bacardi koktelum til klukkan 1. Búta Reykjavík og þú frábær saman. Fyrsti vinningur í getrunum er komin yfir 120 milljónir. 1x2 við tippum. Þýski bar
Fiskibarinn kynir trúbbastemmingu og líf alla helgina með pilsner úr Hvell. Bjór og skot á aðeins 1000 kall. Fiskibarinn. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það. Það mætti alltaf verið Eurovision þema hjá okkur strákun núna því að þetta lagi hans Magna úr síðustu Eurovision keppni hérna innanlands Hugaró og eitt vinsælasta lag Íslands í dag og svo Herbert Guðmundsson að labba hérna inn í stúdíóið og eru að fara að frumflytja lagið hans á ensku þannig að já, eins og ég segi þá var svona nett Eurovision þema hérna í gangi ég var líka muna það Hjöppi að Pétur Jóhann Sigfússon startaði því á miðvikudaginn og ég var ekki búinn að segja þetta nú getur þetta undirbúið að í staðinn fyrir hressuinnkomuna sem við vorum alltaf allir þurft að taka þá vildi hann skora á alla að taka rólegu og rómantísku innkomuna og Pétur byrjaði á því á miðvikudaginn og stóð sig eins og hetja endaði á að kalla hérna inn eitthvað lag með NSYNC voðalega krútlegt Gone heitir það já og já þannig að ég held að það ætti nú ekkert að þurfa að kenna þér hvernig á að vera rólegur rómantískur og það ert ekki ég held að kannski að það væri eitt maður sem þarf ekki að kenna það og situr hann hérna með anspennis þér já, ég heyri það. Fallega fyrsti. Já, þannig að þetta rödd sem þú varst að taka í, já, hvað erum við að tala um? Þú varst að taka þetta í svona mínútu, bara eins og eitt. Herru, hérna kóngurinn, mættur Herbert inn með þig, beint hérna, það alltaf að gerast live. Sjáu þið, strákinn. Með rauðu John Lennon sólgleru í rigningunni. Þetta svona lítið popstjörnur út, það bara þannig. Það sól úti. Nú komið sól núna. Það var snjókom áðan þegar ég var að sól úti. Hvað heldur þú? Hvernig hefur Herbni sín það? Herru, þetta geggjað líf maður. Ekki? Þú heyrið það bara á nýja trackinu maður. Þetta meira átt að gaman. Já, þú ert alltaf lífsglæður. Það svo gaman að fá svoleiðis menn í heimsókn. Það bara þannig. Maður verður þakklátt fyrir að vera til. Það er að maður ykkur væli. Bara eins og tala á mínu munni, Herbert. Hvað hérna en núna lægið komað ensku, við erum að fara að frumflytja það. Já. Hvernig eru dagarnir búin að vera hjá þér eftir þetta rugl sem áttu í stað þarna í Eurovision á sínum tíma? Já, þetta náttúrulega var gaman að taka þátt í þessu. Já. Mjög svo bara skóla út að vera sig. Já. Og ég að flytja þetta lag á hverja einustu helgi og salurinn syngur með alveg hástöfum. Hvað heldur þetta? Þetta var lag fólksins. Já. Þannig að ég staði nú góð mannskei með þetta lag myndi lifa á Hera. Hún var að þjálfa mig fyrir lokakvöldið. Fyrir kennara, já. Tók mig svona í smá rattaðingu og hún sagði Heppi, ekki hafa áhyggjur. Því að þetta lag mun lifa. Já, Hera veit alveg hvað hún er að segja, syngja. En af hverju fór þetta lag ekki á hún? Nú er þetta lag fólksins. Nú verður það bara að spurja það sem allir réðu þarna. Já, segðu okkur nú satt, Herbert. Ég veit að þú ert keppnismadur, ég veit líka að þú elskar lífið, það fer ekki fram hjá neinu sem við þið talar. Varstu ekki pínupirraður? Að sjálfsögðu. Já, þú varst pínu reiður og hugsaði með hvaða rugl var þetta, segðum bara alveg satt. Svolítið margir líka sem voru leiðir. Þetta fólki sem reikna allana með að lagið færi áfram. Já, hann logaði alltaf á Facebook og svo síðan. Já, en ég segi, það er bara svona, það er... Hugsaður inn í hvaða djöfisins kjafta ef að þetta... Eða var það meira? Nei, ég trúi þess ekki. Sko, náttúrulega, ef maður er með keppstandi þá náttúrulega verður maður að setja sig við hlutina. En mann fannst ykkur maðkur verið í misunni. Já, þannig. Ég er sammála því. Það var allir sammála því. Bara hvað, vildu þeir ekki fá þig áfram eða hvað? Þetta er líka dómnefnd, hvaðan kom það allt í hérna? Akkur er ekki bara símakostning? Akkur er verið að láta fólk dæla peningi í símakostningu og svo gildir það ekki eins og? Ég vissi á hvernig að lokakostningi fór. Já, vinsælasta lagið fór ekki eins og út. Nei. Hvernig finnst þér lagið sem er að fara út? Það leiði manninum að svara. Sko, þetta er gott lag sem slíkt. Já. Sem slíkt. En ekki, sko, fyrir minn smekk í Eurovision. Nei, ok, þið finnst þetta ekki svona Eurovision lag? Nei. En lagið er gott sem slíkt, skilurðu. Og svona 500 lag svona. Lagið er ekkert gott sem slíkt, Heppi. Heppi, valtaði bara yfir þetta. Heppi, valtaði yfir þetta. Nei, það er ekki sanngjarnt, skiljiði. Nei. En eins og ég segi, ég hefði viljað sjá annað lag fara áfram. Já. Það er bara mín skoðun. Hvað en þar sem að, menn skita á sig þarna og þú varst ekki á leiðin áfram, hvaða lag studdið þú þá? Eftir þú dast út? Hverjum gafst þú þinn stuðning? Já, þú meinar. Mér Magni með gott lag. Magni? Já. Það er rosalega mikið spilað bara á Íslandi í dag. Já, mér fannst það nokkuð sterkt lag. En kannski aðeins í burtu frá þessu blessaða Eurovision-dæmi, við gleymum því bara nú og þegar, en þetta lag lifir. Já, ég viss það. Herra Heppi, hvað er í gangi hjá þau svona fyrir utan? Hvað er þetta að spila fyrir helgina? Heyrðu, það er bilað að gera maður. Hvað heldur þú maður? Ég er að fara á völl núna, er að fara að syngja fyrir flugfjöð, hvað heit,
Icelandair? Nei, þetta er 700 manna ball í Officer-klúbnum. Já, ok. Það er bara stóluð með nafni, þetta er í gegnum Prime. Já. Frekar en promo, ég man aldrei hvort er hvað, það sem umbóðskrifstofum. Það er bara eitthvað þessu liði búið að bóka þig. Já, og þarna 700 mann sem fara að skemmta sér í kvöld og ég á stíð á Stokkartan klukkan 9 í gamla Officer-klúbnum. Vel gert. Það eru skemmtilega, ekki gaman að það er svona margir. Þetta er náttúrulega, ég var rosa góðu balli þarna þegar eina bárða opnaði staðinn. Já. Það voru stuðmir hérna og ég var hérna á okkur fleiri skemmtilegar og fullt hús. Já, það er ekki að spyrja. Og en þarna þetta er flugfélag. Ég held þetta félag rekur ratsjórstöðar og eitthvað fleira. Er þetta skemmt alveg allar helgar? Yfirleitt, 2-3 gig á kvöldi? Já, yfirleitt. 2 jobb á næstu helgi. Já, ok, næs. Þá er ég að syngja ásótið Alþingis. Já, ok. Á Rúbín. Já. Og síðan er ég á Spott á föstudeginum. Finnst þér þetta alltaf gaman? Þetta er bara meira aftur. Líka þegar maður er að koma ný lög. Já, og líka út alltaf með hittar á hverju einast ári. Náttúrulega fyrra var það rísa hittarinn Time, það var auðvitað 2 árum. Fyrra, jú. Já, það var náttúrulega inn í fyrra, en það var í hittiverð sem kom, en það var spilað mikið á síðust ári líka. Og svo í fyrra náttúrulega var ég bjó á verbúð. Alveg rétt. Og svo I wanna know why. Það var nú á bylgjunni, núna á síðast ári. Svo áttu náttúrulega líka klassíkir svo svaraðu. Kallinu. Það var, sko, eitt skemmtilegasta símtæli sem að ég fengi. Það var þegar ég var með 2 missed calls frá Herberti. Svo svaraði ég og þá kom Herbert. Svaraðu kallinu frá mér, hvernig ertu þetta? Það gladdi mitt litla hjarta. En herðu, það er komið að því að spila lagið hans Herberts og það á ensku og heitir Only Love. Only Love. Á ensku og ég veit að það eru ekki margir þetta úti sem fíluðu ekki þetta lag, en hér fáið að heyra það í fyrsta sinn á ensku. Og það er samið á ensku þetta. Já, alveg rétt. Og þá einhvern veginn smellir það betur. Já, ég hlakka til að heyra þetta. Með fullri virðingu fyrir Íslendingunni. Nákvæmlega. Herbert Guðmundsson, Only Love. Hebbi, alltaf jafn gaman að sjá þig og bara sömulegis ykkur strákum mínir. Gangi sem allra best, við ætlum að heyra þetta. Ég elska þegar maður heldur að lag geti gjörðið flótara. Svo bara smelti á annað tungumál og maður er dansandi hérna í stúdíónu. Já, þetta er ekki. Og ég held að sé vel við hæfi að svona flott lag, svona starti flottulega keppninni. Ok. Erum við ekki að fara í hana? Jú, við slum fara í hana. Það er komið að lið sem að við Hjörvar eru með alltaf á 50 sem heitir Flottulega-keppnin, en þar sem að Hjörvar komst ekki í gæra þá ætlum við að negla í hana núna og reglur eru þannig, við veljum báðir okkar lag og fáum að spila 1:30, það er enda hvað, var búið að semja 2 mínútur í dag. Já, það er föstudagur. Já, það er föstudagur og hendur báðir í okkar lag og svo er það undir ykkur komið kæru hlustendur að ringja 511-0957 og segja okkur hvort lagið ykkur finnst flottara. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Já, þú ert 6-5 fyrir þér í heildakeppninni. Já, 7-6. 7-6 fyrir þér. Og þú byrjar? Nei, ég byrjaði síðast, þannig að þú ert að byrja núna. Nei, þú byrjar. Hæ? Þú byrjar. Nei, ég byrjaði síðast. Ok, er allt klárt? Það er allt klárt. Með bestu útgáfuna þessu, ekki ykkur sjálfsögðu. Með flestu view. Já, þetta er bara hérna. Ok, ég ætla að spila lagið We Run the Night með Havana Brown og Pitbull. Ég hef aldrei orðið vitnað í eitt lag verði jafnfljótt vinsælt eins og þetta. En má ég spyrja, hvenær hættir þetta Pitbull-grínið? Ég var stattur í London helgina og það var eitt klúbbur sem smelti þessu á og fólk fór af götunni og hljópaði inn þegar það heyrist það hún er náttúrulega stærsta stjarnan í Ástralíu núna eftir að Holly Valance skeita á sig og Pitbull er náttúrulega kannski búin að ná hæðum sem að hverjir hæðum Hjörvar, verður ekki að þessu hvað er langt síðan að hefur svona stórt nafn í tónlist? Það er svona stórt, hvað er það að tala um? Þurfa að fara aftur til Bíklana eða? Æ, dreftu, nú veit ég sko, ég elska þegar ég fatt að þetta er allt stórt grín hér, þetta Pitbull-djók. Þegar þú byrjar að líka Pitbull við Bíklana. Nei, ég er að tala um vinsældunar. Já. Það er ótrúður, 2011. Það er mitt. Herru, má ekki bara setja þetta lag á? Ég nenni ekki að tala um Pitbull lengur. Má ekki smelta þessu bara? Smelta þessu lagi á. Ok, þetta er lagið hans Jöppa í Flottulega-keppninni. Havana Brown, We Run the Night með Pitbull í farabróti. Now fuck you pay me. Glerharður þarna. Þetta er lagið hans Jöppa hér í Flottulega-keppninni. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem hann spilar Pitbull og alltaf unni með það. Nei, þú hefur tapað með Pitbull. Og alltaf unni með það, þannig að
Þú hefur tapað með Pitbull. Nei, það ekki hægt að tapa með þessu lagi. Jú, það hægt því að ég búinn að velja hér hrikalega flott lag sem eitt af mínum uppáhalds. Já, það Nirvana og eða eitthvað álíka leiðilegt. Álíka leiðilegt, það heitir þessu. Nei, reyndar, þú ert á réttri leið þarna, sko. Metallica. Þetta lag sem held ég að flestir að núti kannast við og fíli, hvort sem þú ert aðdáðan til hljómsveitarnar eða ekki, þá þetta eitt flottasta lag sem gert verið. Og þetta ennþá undir þetta drast hérna á þér, maður. Þessi veisla, minnur. Þessi veisla. Það er líka veisla. Ég var að tala um Jónas, DJ Íslands. Hann sagði, já, Hjöpi, takk fyrir að benda mér á þetta lag. Takk fyrir. Hann sagði bara, ég er þakkláttur í dag. Nú er lagið þitt búið, Hjörvar. Ok. Hann var að segja við mig samt að hann væri þakkláttur, ég hef bent sig á þetta. Þetta finnst mér eitt besta lag allra tíma. Hvort sem þú fílar hljómsveitina eða ekki. Er þetta All Saints, já? All Saints. Hvað? Vistu ekki eins og einhver Red Hot Chili Peppers? Herra, þetta er lagið mitt, Under the Bridge. Það vera sko Chili Peppers aðkvæmandi til að fíla þetta lag. Því líka snildinn, maður. Hlustum aðeins á þetta. Ég þarf að fá viðlagið hérna. Flott lag, maður. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Já, ég ekki múin að heyra þetta lag nema 1000 sinnum í bíómyndum og einhverju svona. Akkur skildi það vera? Kannski að þessu ógætt þá býtu hvað átti ég bara að spila eitthvað lag sem í spílun hérna á FM núna? Gengur flottur lag hérna út á það? Þetta var rosa fínt lag. Þá er það bara undir hlustandum komið að velja hvort lagi er flottara, Under the Bridge með Red Hot Chili Peppers eða Havana Brown og Pitbull með, hvað heitir þetta? We Run the Night. We Run, já. Herðu, 511-0957 og nú treyst ég á ykkur kæru hlustendur. Við tökum inn fyrsta atkvæðið FM 95 Blöð, góðan daginn, hvort lagi fannst ég flottara? Er það Markmannsströlli, Hjörvar Hafliðsson? Ekki. Segir fullorðinn kallmaður, hvað finnst þér besti parturinn á laginu? Hvernig finnst þér þegar hann segir From the bottom of the map, Miami, to the land down under, Australia. Ertu á einhverju lyfjum? Þetta er glerhart. Hvað ertu að bryðja maður? Það er bara, takk fyrir þetta, kall. Herru, já, einhvern veginn þegar ég heyrði kallmanni og held ég nú að Red Hot Chili Peppers fengi atkvæði, en herru, takk fyrir þetta. Það er 1-0 fyrir Hjörvari, FM 95 Blöð, góðan daginn. Ég verði eiginlega að segja Big Bull. Já, nákvæmlega. Guð minn, almáttur. Hvað er svona þinn uppáhaldspartur í laginu? Það er að segja fuck you pay me, maður. Ég er grjóthart, maður. Það er glerhart. Hvers konar kallmenn eru að hengja þér inn, maður? Þegar Pitbull er að rukka þig, þá borgaru. Herru, þetta er skemmtilegt þetta Pitbull-grínið hjá okkur okkar 2-0 fyrir Hjörvari og já, ég treysti á næsta hlustanda FM 95 Blöð. Er það Under the Bridge eða We Run the Night með Pitbull? Er það klálega Red Hot Chili Peppers? Þarna kom loksins kallmaður á línuna, maður. Djöfull er ánægð með það. Segja hérna, þessi Pitbull er alveg hrikalegur. Ég veit allt það. Ég þarf að sitja undir þessu allan daginn hérna. Fuck you, pay me. Pay me. Þetta kom alvöru maður inn. Takk hjá fyrir þetta. Ok, það er sko málið með Under the Bridge. Þú þarf ekki, ég þarf ekki að spyrja Gaurinn hver uppáhaldsparturinn í laginu. Af því allt lagið er flott. FM 95 Blöð, hvort lagið fannst ég flottara? Hæ. Sko ég er ekkert rosalega mikið Red Hot Chili Peppers aðdáandi. Nei. En Öddi fær samt. Djöfull er ég ánægð með þig. Frábært, þetta er svo flott lag. Alvarlega, bye. Herru, rólegur Hjörvar. Það er alltaf bara eins og sett komin á spýttir að mínir hlustendur eru á línunni. Herru, staðan er 2-2. Við erum að tala um Under the Bridge með Red Hot Chili Peppers eða Run the Night með FM með Havana Brown einhverju. Og Pitbull. Hvort lagi fannst ég flottara? Ég hljópti 5 ára. Af því að við finnst Under the Bridge leiðilegt að, ok, alltaf leið. Þetta er alla leið til Uta. Nei, þetta er alla leið til Uta. Ég er ánægð með þig. Takk kærlega fyrir þetta. Ekkert mál. Ok, staðan er 3-2. Þetta er fljótt að breytast og FM 95 Blöð, góðan daginn, hvort lagi fannst ég flottara? Halló. Blessaður. Sælir. Já, ekki þú þetta, heldur Reyngarinn. Gæði fyrir það. Gæði kella fyrir þetta. Miklu betra. Fannst þið það betra lag? Maður þessi gæði. Fannst þér, já, herru, hann er bara farin að línunni. Hann er bara farin að línunni. Þetta var bara vel friðin og góðun áhengi, ég fílaði hann vel. Það er svo nýbúin að kýla eitthvað. FM 95 Blöð, góðan daginn, hvort lagi fannst ég flottara? Það er Red Hot Chili Peppers. Já, hvað er ánægð með þig, maður? 4-3. Herru, takk æðislega. Takk amma. Ok, bye amma. 4-3 og þetta síndar hérna gæti tryggt þetta koma. FM 95 Blöð. Hvort lagi fannst ég flottara? Ég verði eiginlega að segja Red Hot Chili Peppers. Ég heyrði það alveg 5-3. Herru, hvað heitir þú? Aldís, herru, ég þakka þér kærlega fyrir þetta. Þú ert búin að make my day, eins og ég segja. Já, ekki mál. Herru, snillingur. Og nýja lagið með Pitbull er búið að tapa fyrir Under the Bridge með Red Hot Chili Peppers. Það er bara stundum ekki hægt að vinna klassík og það er það sem gerist í dag. Hjörvar, þú háðir góða baráttu samt, valdir skemmtilegt lag. Veistu hvað, ég held ég hef ekki fengið kvenkyns atkvæði. Þetta var skemmtilegt lag hér.
Herru, þetta var flottulega keppnin og já, næsta lag það flott að það ætti heim í þessari keppni. Kannast allir við það. Ekki sár, Hjöppi. Hjöppi, bróstu. Chubby Little Swessman á liðinni með föstudagslægið og Brjátbryggir að fara detta á lífuna. Það alltaf gerast föstudagur í FM 95 Blöð. All of the lights. Hjörvar Hafliða ennþá í svona nettri fílu yfir að hafa tapað í flottulega keppninni hérna áðan. Og skal engan undra, það er mikil keppni í gangi og staðan er orðin 8-6 fyrir Blöðmann. Þetta þú varst alltaf í vesinni þegar þú kom með þetta lag, Hjöppi. Það er bara þannig. Svona... Já, ég er líka vesinni af því að þú ert með eitthvað svona her af einhverjum snillingum sem að hlusta þetta á hverjum degi og bakkað upp í öllu þeim viðbjóðu sem þú vendir í það. Hvað? Er ekki lagið með þig? Ertu að segja, finnst þér Under the Bridge ekki flott lag með Red Hot Chili Peppers? Jú, alveg bara... Ekki segja jú, finnst þér það flott lag eða ekki? Jú, ég heyrði að það verið rúmlega 20 ára fyrst, sko. Já, út af það gengur þessi keppni að velja flott lög. Já, flott. Lessett. Fínt líka þetta lið þarna sem maður ringir alltaf og bakkar þér. Hættu þessu væli, maður. Þú ert svo lítið stelpa hérna núna, Hjörvar. Hættu að tala illa litla stelpur alltaf. Nei, sko, litla stelpur meina þessi stundu þegar þetta er hjólum og svona. Já, hvað þá? Með litli strákar líka. Ekki vera svo sexist, gæi. Hjörvar, ertu að fara að detti, ertu orðin svona fúll? Það þarf að fara að henda á mig einhverju svona ógeðispillum. Ekki aldrei komið svona á minnivert alltaf. Æ, Hjörvar, þér ferst að tala. Við viljum að fara hérna í örstuð skilaboð. Sverrir Bergmann, Chubby Little Swessman er mættur inn í stúdíu og hann er með föstudagslægi rétt handa fótni og svo er Brjátbryggir líka á línunni eftir örskamma stund en hendum í smá auglýsingar. Árið 1909 var Eiffel-turnin hæsta bygging heims. Það skiptir þig engu máli. Við lánum þér 1000 til 100.000 krónur í alltaf 30 daga. Fyrsta láni vaxtalaust. Það skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Dominos býður þér nú að fá senda ískalda kók í litlum bauk með pítsunniðinni. Passa með sig ekki á því að setja ekki dósin í hittaboka með pítsunni? Jú. Ok, flott. Dominos 58-12345. Burt með nagladekkin og inn með milljónirnar. Lottobotturinn stefnir í 27 milljónir. Leifðu þér smá lottó. Kjúklingaveisla í Krónunni. Ljúffengur kjúklingur með læm og rósmarín tilbúinn beint í ofnin á aðeins 1198 krónur kílóið og holta kjúklingavængir, barbecue og buffalo með 30% afslætti á aðeins 449 krónur fatan. Krónan fyrst og fremst ódýr. Fyrsti vinningur í geturunum er komin yfir 120 milljónir. 1x2 við tippum. FM 95 Blöð í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það. You know what that means? No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers want to find me. Definitely in my zone. Þetta er nú lag sem ætti heima í flottulega keppninni Kanye West og Jay-Z með The Paris en hingaði mættur Chubby lítill katt sem að kalla sig Sweats Baby. Vertu velkomin. Þakkaði fyrir, vinur. Hvernig ertu? Ég er bara feskur. Það ekki? Já, þessu feskur. Hel feskur á sunnudegi? Já, á sunnudegi. Nei, á föstudegi. Já, ég held það. Ég er bara að segja hvort þú sitt vakandi. Æ, ég er glaðvakandi. Já, og hérna, hvað voðalegtu happy eitthvað? Já, ég er bara alltaf kátur. Já, skínaði gleðin bara. Já, svona, ég er að reyna að deila þessari gleði með ykkur. Þið eru búin að vera frekar þungir í dag. Þú kallið minn svolítið þungur eftir smá tap hérna í keppni. Á föstudögum erum við aldrei þungir við. Nei, það er rétt, það er búið núna. En hvað er það sem gleði þitt litla hjarta svona rosalega þessa dagana? Það er bara lífið, það er bara yndislegt. Hvað, að vera að lausa mig þá? Já, bara... Hættu þessu, hvað? Hvað? Nei, maður spyr svona. Þú ert yndislegur, það vita það allir. Búið ekki einhver saman, eða? Jú. Maður verður bara lítið var við hann. Ok. Þetta er, ég er að segja það, Hjörvar, ég nánast býð einn.
þá veit ég hvað hefur gæst. Þannig að þú mætti nú alveg fara að koma og kíkja á gallin hjá bygg. Kíkja smá heimsók PlayStation, 2-3 galdir. Ég er alltaf... Ég held ég með þess að Leifar að páska ekki handa þér. En það er eins og komið að lið, herru, það var náttúrulega engin þáttur síðasta föstudag. Við hefum ekki heyrt föstudagslægi í smá tíma. Já, þetta er búið skrítið. Ég þekki menn sem kalla föstudag flöskudag. Já, og viltu þá flöskudagslægi? Já. Maður hafa aldrei pælt í hver á þetta, til dæmis. Hver sagði fyrst flöskudagur? Já, það er spurning. Það er svona, það er einhverjir snillingar sem byrja svona líka eins og á sunnudagur, oft þunnudagur. Það er alveg stórkostlegt líka. Þunnudagur er mjög gott. En það er alltaf verið að spyrja mig oftar núna hérna hvort ég ætla að þjóðhátíð. Er fólk búið að plana það bara í apríl hvort það maður ætla að þjóðhátíð eða ekki? Ég er búin að hafa þessu spurningu 2 eða 3 í vikunni. Já, það kom einhver bylgja náttúrulega bara núna daginn þegar það var að opna fyrir að þú getur bara að panta þér inn á þjóðhátíð og ferðir eitthvað svona sér. En er það ekki frekar að við myndum að fara á þjóðhátíð og gera svona raunveruleika þátt eitthvað? Afi fer á þjóðhátíð. Afi? Er það við það? Ekki, erum við konum með þann stimpilin á hverju þú ert 32, ég er náttúrulega yngri en þú. Þú ert fættur 1981 og ég þú ferð þarna samt út 32 ára þú fættir leiða sko. Hvernig er það stittri að þú eru afi heldur hann sko? Ég er ekkert, ég veit ekki hvenær sko. Góð punktur að sösa. Þannig að október eitthvað. Ég á ekki barn, stittri að þú eru afi. Já, en þú veist, þú ert orðin 32 ára. Fyrstu helgin í ágúst er 32 ára. Þú ert 32 2 mánuðir seinna. Hversu fyndir það og eru á þjóðhátíð? Ert þú ekki orðin 32 þá, Sösi? Nei, ég er í nóvember sko. Ég er elstur á okkur. Ötti hérna, mættur þjóðhátíð. 32 ára. Tala ég svona, þó ég sé 32 ára. Ég man eftir hérna 97 þegar ég fór fyrst. Munið þetta ógeðisreglu? Þá voru ekki sko, sviðið var öðru megin. Þetta er liðlegasta afaröð sem ég heilt. Það er bara þannig. Hvaða lag ert að fara að taka, Sverrir Bergmann? Greifarnir voru það aðmáli. Hjörvar, þú fættu sama ár og ég. Hvað ert að drekka? Old boy. Herri, ég er að fara að taka Seibju, hérna, The Second You Sleep. Vel gert. Þetta er óskalaði frá Raggi og Ragga bróðir. Raggi Frank og Ragga bróðir. Já, þau vildu heyra þetta. Það ég man, þegar þetta lag kom út á sínum tíma, var þá fólk gott að spyrja það hvort að þú væri að syngja þetta. Já. Þetta er gott lag. Hvaðan er þessi hljómsveit, Seibja? Hún er dönsk. Dönsk hljómsveit. Þetta er lag sem, flestir ætti að kannast við og eru þið tilbúnir, strákar? Fyrir klárir? Allir klárir. Þá komið það första klæðinu. Ég segi bara take it away, guys. FM 95 Blö, Hjöppi K er komin á bjölluna maður. Svo mikið stuðir þetta hjá okkur þennan föstudaginn. Second You Sleep heitir þetta lag, eða ekki? Rétt. Þetta er svona vannmyndilega, maður heyrir þetta ekki oft. Viðbjóðslega fastlega. Frábær flutningur, ég verður að sammála Hjöppa þar. Já, veistu að þegar ég heyri þið syngja svona og getur stundum óskað þess að ég getur svona svona. Þetta er eitthvað sem ég væri mest til í að geta, það er að syngja. En ef við tökum bara sumrið í það. Nei, það er, veist, ég mun aldrei læra að syngja. Ég tók hérna síðasta miðvikudag mitt alversta karaoke session ever. Tók lagi hérna með vinkonum minni Bonnie Tyler og slátraði því. Veistu hvað? Það sem mér finnst að vera mikilvægast þegar ég syng, það er að sko syngja ekki bara með bakkanum eða svona, ég syng með öllum líkamannum. Þú syngur með hjartan, það er hvað þú gerir. Ég hef ekki syngja. Nei, veist að, þú veist, það er nú fyrir nokkrum ára síðan gæti ég ekki sungið til að verka lífið mínu. Svo einhvern veginn fór ég bara að vinna í þessu. Og einhvern veginn vinnum maður... Hvað ert þú að syngja hér? Bara hér og þar, bara í brúðköpum eða... Í brúðköpum. Ég reyndar, ef ég verð svo heppin að gifta mig þetta, en þá máttu koma og syngja mínu brúðköpi. Það er þetta staðfest. Veistu hvað lag ég ætla að taka þá? Hvað? Tek hérna lagi með Ronan Keating, When You Say Nothing. Ángri, ég sé ekki að teka. Það er svona það lag sem ég... Hjörvar Hafliðarsson, hvernig er það lag áttur? The smile on your face lets me know that you need me. Ertu núna að taka allan líkamann? Nei, ég get ekki. Er það náður nú Ronan Keating bara nokkuð vel? Já, Hjöppi er ágætið söngvari. Takk fyrir það. Herðu, Jóhann Bergur, við erum ekki að fara að gefa bíó með það. Hérna, svona áður nú eyðilegur Twitterinn minn. Einhver ungu drengur hérna sem er að spyrja bíó með það. En Sverrir, hvernig er helgin hér? Hún er bara góð. Ekki? Það er verið að spila í helgina, við erum að fara að spila á Ásóttíð einum, ég og Halldór, Gunnar. Já, Ásóttíð einum á morgun. Já. Og er það gigga mikið þess að dag? Já, við erum mikið að gigga að fara út á landið. Segirðu gigga? Segirðu ég er að fara að gigga? Já, gigg bara. Þú getur ekki kötta smá kostnaða því að þú hendi þessum Halldór í burtu og tekið bara restið af teipi. Læst á gítar? Já. Það læst á gítar sjálfur. En þá er ég alltaf bara eitthvað einn að honga. Akkur er aldrei einn í útvarpinu. Já, þú veist, ég geti fengið mig bara alltaf með bara til að peppa.
Já, Hjöppi! Nei, bara Halldór ótrúlega góður í þessu og ég get ekki verið annars. Ég væri næstur að, sko, því að núna mér svo fallegt að heyra Hjöppa tala hann sé að syngja með öllum líkamannum og svona. Ég væri til að næstur að þeirra að spila á dönsku eitthvað, að fá strákana hérna úr FM 95 Blö í að taka eitt gott lag. Ég væri til að sjá Hjöppa syngja fyrir framan krát. Það bara staðfest hér með. Næst þegar við förum á dönsku, þá þú að fara að mæta Hjöppi og þú veit og þeir fara að taka svarið lag. Ég skal loka því, það verður góðu duett og það verður flottulagakeppni en við ætlum að keppum í flottulagakeppnin á dönsku live næst. Það er svo að komið að stráknum Flo Rida með Wild Ones. Svo er það vinur okkar allra, Brjálbreki, hann er hérna á línunni strax á eftir. Þetta er ríkalega flott poplag, Wild Ones með Flo Rida. Þú ert að huge fan eða ekki, Hjöps? Huge fan. Huge fan. Þú ert ekki að fara að gefa út svona lög eitthvað Svessi, eitthvað svona poplög. Þetta er alltaf bara þú vælandi og eitthvað gítar. Sko, stefnan er sett á og komið svona semi-pop bara, ég fyrir bara 1 mánuð, sko. Getið þú ekki höndlað eitthvað svona JT eitthvað eða svona eitthvað? Syngdu fyrir eitthvað svona JT-lag? Hæ? Takk eitthvað svona I just wanna love you baby I just wanna love you baby Já, það vantar bara, þú ert að fara að vinna með einhverjum svona mönnum sem eru með beat og eitthvað svona undir. Það er að koma, ég er að segja það. Ok, nice. Ég er að vara bara að klára við senu og við erum að fara að gera plötu með Nó, til að mikið með það. Takk. Glæsilegt. Þar heyrið það, kæru hlustendur, hér fyrst að, Sena og Sverrir Bergmann hafa náð samkomulagi plötu og það er eitthvað sem kemur það út jólin, eða? Já, þetta kom út ábyggilega svo í september eða eitthvað. Svona jólaplata. Já, svona. Mér langaði alltaf að gefa út mína eigin jólaplötu. Bara svona sem ég syngi jólalög. Þú ætla að gera þig sko stórkostlegt jólalag núna síðustu jól. Jólin. Já, en ég var að tala svona bara ég eitt með kassagítar. Væri til eitthvað svona. Þú kannt ekki eitt skrip, sko. Nei, ég myndi fá Halldór Gunnar til að spila. Já, ok. Sem ég myndi setja þessi fallegu jólalög í minn búning. Gerum þetta. Ég sá mömmu kissa jólasvein. Eitthvað svona. Hvaða lag var þetta? Ég sá mömmu kissa jólasvein. Ég er svona að setja þetta í minn búning. Það er ekki skemmtilegt. Já, ég geði veikt. Já, það voru hérna, það var ekki búið ákveða með þáttinn FM 95 Blö og hérna Auðvitað og Sveppi var hætt. Það voru svona margir að spyrja mig í síðasta suma, núna í haust. Bara hérna, hvað ert þú að fara að gera núna? Þá lék ég mig stundum að segja svona, ég er að spá hendi góða jólaplötu. Og ég fekk alltaf sumið viðbröð, það var ekki, ok. Það var svona, fólk var svona eins og það var mjög í sig því að leið svo illa með þetta, en vissi ekki hvort ég var að grínast ekki. Herðu, við ætlum að hoppa í örstuð skilaboð áður að við fáum Brjánbreka, ég ætla að hringja hann hérna strax eftir auglýsingar, en ætla eins og vera að skila hérna kveðju, hún Erna, Viktoría og Kristján eiga von á barni og óska ég hjartanlega til hamingju og já, gangi ykkur allt í haginn. Þetta er, þú þekkir þessa stelpu líka, Svessi? Já, bara til lukku með það, Erna minn. Já, syngdu eitthvað fallegt fyrir hana. Til lukku með það. Glæsilegt. Förum í auglýsingar, svo hringjum við Brjánbreka. Átt þú 7-9 ára fótboltasnilling sem langar að leiða leikmanninn á völlin fyrir úrslitaleikin í meistaradeildinni? Ef þú notar Mastercard frá kreditkorti, skráðu þá snillingin til leiks á kreditkort.is. Kreditkort. Opið allan sólarhringinn á Subway Fitjum Njarðvík, N1 Hringbraut og N1 Ártúnshöfða. Subway, alltaf fest. Hraðir peningar. Hraðpeningar.is. Þarftu lán? Ertu viss? Ekki verið í ruglinu. Ekki taka lán fyrir kakóbolla. Ekki taka lán fyrir pítsu. Og ekki taka lán með SMS. Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Sumir skór eru bara flottari en aðrir. Glæsilegt úrval á götuskóm fyrir sumarið. Útilíf Holtagörðum, Smáralind, Glæsibæ og Kringlunni. Og hingað heim. Páskalamborgari Fabrikunar hefur slegið í gegn og fær því fast pláss á matseli allt árið kring. Eða eins og segir í laginu, ég vildi að alla daga væru páskar. Þá getur allir dansað og borðað páskalamborgara. Hamborgarafabrikan. Túborg kynir í kvöld á Bar 11 henni góðsanækjendu Singapore Sling og Sparkle Poison. Húsið opnar klukkan 9. Túborg og Bar 11. Við tökum gamla bílinn upp í. Toyota, betri notaðir bílar. Jói Útherji, fullbúð af hentugum og góðum sumargjöfum. Jói Útherji, Ármúla. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.
stúdíónu að Hafa Kaman og Liffinu hér í FM 95 Blö. Þetta eru Foster and the People og Pump Up Kicks, viðbjóðslagflottlag þarna ferð. En það hins vegar komið að því að ringja í ungan mann sem að svaraði mér ekki í gær. Ég reyndi að ringja inn í þættinum í gær en fekk alltaf bara talól hjá honum. Þetta er maður sem að þú annarkort elskar eða hatar. Hann heitir Bjarnbreki og ég er svona að spája að tekka hvort að strákurinn svar ekki hérna. Tekkum honum. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La-da-da-da-da. I was gonna clean my room until I got high. But I got high. Hello. Bjarnbreki. Já. Sælunu, hvað segirðu? Hvað er þetta? Drauti? Blessur, þú mikli meistari. Hellun. Það er að ringja bara á flöskudögum. Á flöskudögum? Þú svaraði ekki gærvillisingurinn. Nei, veist hvað ég kalla föstudag? Ég kalla á flöskudag. Já, ég byrjaði á þessu, ég var skemmtunarstjóri á Ingólfskaffi 95. Þá fór ég að kalla föstudag flöskudag. Ingólfskaffi 95, hvað ertu gamall? Þannig að ég kallaði þetta alltaf flöskudag. Já, skemmtilegt, en hvernig ertu? Medium rare, besta steikin. Já, en hvað okkur svaraði ekki í gær? Hvað var málið? Það var alltaf slögt á símanum. Ég var pínu upptekinn, sko. Nú, hvað varst að gera? Veist, ég var aðeins að smá upptekinn með neitt skellu. Ég er ekki eins og þú, sko. Ekki bara á nóttunni með slögt ljósið undir sæng, sko. Ég var bara með gellu á mig í gær og ég nefndi ekki að taka síma. Varst þú að ringja? Ég er ekkert með slögt ljós undir sæng, hvað er það þér? Já, ég var að ringja. Var ég að ringja? Ég ringi alltaf í þig á 50. Ok. Reyna að ná þú veist að ég kalla lillemannin á mér The Magic Stick. Já, þú varst búinn að segja með það einhvern mann. Var ég búinn að segja? Já. Ég kalla hann alltaf The Magic Stick. Já, frábært. En Öddi. Já. Var ekki vikan erfið hjá þér? Vikan erfið, nei, okkur? Vikan. Heldur ekki með Manchester United? Vikan, hvað er ekki vikan erfið hjá þér? Já, alveg rosalega. Nei, við erum ennþá með 5 stiga fórustöðna, þannig að þetta sleppur. En þetta, vikan hefur verið erfið. Já, þessi farið er alveg okkur í það, þú mátt eiga það. Hvað er að frétta þér? Það er bara gott, ég var náttúrulega í útlöndum, fór hann í hæfileikakeppni. Já, alveg rétt. Hvernig gekk það? Það gekk mjög vel, sko. Það var einn af þeim sem sagði við mig að ég væri besta báradesturhermann sem hann hefði heyrt í lengi. Já, vannstu eða? Herðu, ég komst áfram á dag nr. 2. Ætlaði að vera með, but I got high. Jálfunni, ég komst áfram og allt og þessi maður segi ég væri besta báradesturhermann. Þá segi ég bara, áæg. Áæg. Og en svo bara dætti í það og svona að leiði úti og fekk mér aðeins, þannig ég gæti ekki verið þetta því að I get high. Já. En hvað er að frétta? Ertu með eitthvað nýtt efni? Það er alltaf eitthvað nýtt efni, reyndar yfirleitt sko mitt besta efni gerist yfirleitt í öllum svona ferðum. Já, þú eru út að ferðast? Ég fer að nú náttúrulega tókuðu gælu með mig til að henda mér í Mile High Club. Mile High Club. Já, ég veit hvað Mile High Club er. Já. Núna er kallinni komin í hann. Já, frábært. Mile High Club. Já, áfram með söguna. Svo erum við að fara, allir Íslendingarnir að býða til vélinni. Þá segir gælan síðan með hann, henni langaði svo American Style. Þá sagði ég, þannig að allir heyrðu. Þetta er ég klikkaður, mér langar miklu meir í Doggy Style. Úff, hvað þetta er? Þetta er bara lélegt. Nei, þá grenjið þetta úr hlátri. Það grenjið ekki það. Svo lappaði ég alltaf um vélina allan tíman og horfði á fólk og svona. Þetta er ekki fólk frekar klárt í Doggy Style. Já, og allir skemmtilega. Og alveg grenja á hlátri, sko. Já, erfitt með að trúa þig. En svo var ég eitthvað slappur í gær. Þannig að eina meðalið við því var að horfa smá á Tútur. Já, ekki? Já, ég var að lesa Guðmund á netinu. Þetta er búin að lesa greinina þetta? Já, þetta er eitthvað fyrir þig. Já, þetta er fyrir eitthvað nett. Já, mér var hugsað tíðin með þess að ég lasi þessa frétt. Þú veist hver uppáhaldstala minn í bingo, eða ekki? Hver uppáhaldstala? Ég get svo sem, er það...
Það er 69. Já, ég grunaði það. Það er uppáhaldstala mín. Ég fer alltaf til bingo-krissa í bingo og vel alltaf svona spjald sem með 69 á öllum. Ok. Þannig að þegar hann segir 69, þá stendi ég alltaf upp og fyrir upp á svið og segir 2 brandara. Ok, frábært. Það er frábært. Hvað er málið með Lindex? Er þetta ekki bara narjur? Hvað er málið? Hvaðan kom þetta? Skilur ekki. Ég kem bara með 1 brandara. Já, hendur bara í allt í heilu. Já. Ok. Og þú veist, gerir grína frikka dór. Skilur þú? Já, en hvað ætlar að gera helgina? Föstudagur, fyrsta sinn sem ég heyri á föstudegi. Flöskudagur, ég kalla þetta flöskudagur. Já, einmitt. Hvað ætlar að gera í kvöld? Ég var nefnilega að pæla hvað þú og Sveppi ætlar að gera. Ég er Sveppi. Þið eru náttúrulega algjöri meistarar. Og ég er með hugmynd fyrir ykkur. Er þið ekki að fara að taka upp einhverja nýja þætti Evrópski draumurinn? Kannski ég og Sveppi í einu liði og þú og Peter Johan í hinnu. Já, mér finnst vel á það. Þannig að Sveppi er líka eins og ég, hann finnur oft upp á finnur hlutum, sko. Já. Eins og hann á Crazy in the Brain House. Vissu þú ekki? Hann á það, jú. Hann fatta upp á Crazy in the Brain House. Já. Það var eins og þegar ég fatta upp á Döggistæl. Já, herðu, ég er að spara að kveðja þér bara, Brjánsson minn. Alltaf gaman að heyri þér. Ég var með 1 brandara alltaf að núti sem Borat. Hvað var það? Þóttist þér frá Ungverlandi að þetta I'm hungry. Skilur þú? Já. Þá komum við alltaf með mat og segir, nei, I'm hungry. Herðu, ég beði helsa það kannli. Gaman að heyri þér. Skilur þér? Já, ég náði honum. Það leitir á það. Leitari. Já. Kannski að þú og Sveppi hendi mig eitthvað í kvöld. Aldrei að vita, þá ringi ég og ef svo... Verður þú bara í bandi eða ekki? Jó, það er í bandi. Ok, bye. Þekkjurðu lagið? Alla virka mótna í morgunþættinu Magasín. Þú getur nætt þér í pening. Er ekki Toxic með... Herðu, 10 skall kominn. Fylgstu með í Magasín alla virka mótna og giskaðu á lagið. Brýtaðu þig. Núna. Hraðpenningar.is Skvísukvöld, öll föstudagskvöld á Búdda. Prísir í fötu og 3 fyrir 1 á Bacardi koktelum til klukkan 1. Búdda Reykjavík og þú frábær saman. Gleðidagar á Risso Pizza. 1380 krónur allar pizzur á matseðli. Hringdu núna í síma 577 7000. Risso Pizza. Því eldbakað er einfallega betra. Vorverkin kalla. Lottobotturinn stefnir í 27 tandur heinar milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Gæsim.is er hópkaupsvefur ferðalög. Flug til Billund með Primera Air á aðeins 12.490 aðra leiðina með sköttum og gjöldum. Ferðatímabil 21. maí til 12. september. Gæsim.is, góða ferð. Hjólbaraþjónusta N1 er Michelin gæðavottuð og tryggir þér framúrskarandi þjónustu. Gerðu bílinn kláran fyrir sumarið hjá N1. Þýski barinn kynir trúbbastemmingu og líf alla helgina með pilsner úr Hvell. Bjór og skot á aðeins 1000 kall. Þýski barinn. Sumarleikir með Gróls í hönd. FM Belfast og Úlfrúlur á NASA 8. apríl. Á miðnætti hringjum við sumarið. Komið og fagnið með okkur, elsku vinir. Forsala á miðpunktris. Fyrsti vinningu í geturunum er komin yfir 120 milljónir. 1x2 við tippum. Enn meiri afsláttur í Outlet í miðrunni 2 í Garðabæ. Nú á allt að seljast. Leikföng, ritföng, parkett, flísar, verkfæri, innréttingar, heimilisvörur og ótalmargt annað á ótrúlegu verði helgina. Opið frá 11 til 5. Gerðu ótrúlega góð kaup í Outlet í miðrunni 2. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. FM 95 Blö er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM
FM 95 Blö. Á FM 957. Það hárrétt hjá Jóa Dansar að þú ert að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Við kjöpum með okkur enn til 6 í dag og Chubby Little Swiss Baby er ennþá með okkur, eða Swiss to Mouth eins og sem við kallan. Já. Það þú berð hellinga nöfnum. Já. Prince Swiss. Og það eiginlega komin tíma eitthvað nýtt. Já, það erum að fara að kokka upp eitthvað nýtt. Já, eitthvað nýtt Swiss-nafn. Það gaman að leika sér með þetta. En við kjöpið erum alltaf með á 50 dögum, þá hjólum við í tuðhornið, þar sem að fólk fær að tuða. Og eina skiptu á FM 957 sem að fólk fær að tuða á þessari stöðum. En það gengur hún út á hressleika og fjör, ekki satt, Jórar? Jú, algjörlega, og það er föstudagur í dag. Já, þannig að við nennum ekki einhverju tuði á föstudegi. Nei. Heldur ætlum við að fara í pepphornið. Og við hefum náttúrulega engan trailer fyrir... Á ég að spila samt tuðhortstrailer? Nei, alls ekki. Alls ekki. Því þá fyrir fólk að tuða. Já. Þannig að núna, í staðin fyrir að tuði fyrir einhverjum og vera með leiðindi, þá ætlum við að peppa eitthvað. Þannig að núna viljum við að fólk ringi 511-0957 ef það er eitthvað sem að þarf að peppa upp eða ég vil bara hrósa einhverju. Já, bara að peppa eitthvað, bara þú veist sem að vilja peppa Magnús Geving fyrir að frábær eða... Já, þannig að þetta er svona basically hrósa/pepp. Já, aðalega pepp sko. Aðalega pepp, þannig að, já, eins og ég segi, síminn er 511-0957 ef það er eitthvað sem að þið viljið peppa og ég ætla að opna þetta fyrir símann og bjóða fólk velkomið í pepphornið. Halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvern vilt þú peppa? Ég verð bara að tuða. Tuða? Nei, það er bara pepp í dag. Þá verður að skella á, það er að því að föstudagur og við erum í svo góðan feeling. Herði, ég er bara púlari og ég verð bara að tuða. Já, tökum peppið. Já, það er bara pepp í dag. Þannig að það er næsti hlustandi, FM 95 Blö, velkomin í pepphornið. Takk maður. Jú, þessi vel peppaður á því. Vel gert. Það er þessum. Strákar, samkvæmt kannir móðan, það er flöskudagur. Þannig að við verðum bara að peppa alla sem að ætla að gera eitthvað í kvöld og við verðum bara að vera allir peppaðir, öll peppir, öll að gera eitthvað flipað, allir eru æðir, færum á sem djamma, höfum gaman, sem hægir fyrir skutnum okkar og við elskum lífið. Gott pepp, takk fyrir þetta. En svo bara peppu fólki, takk hérlega fyrir þetta, svona á að gera þetta. Verður Þú veist snillingum maður. Þetta er alveg alvöru peppari. Já, þetta var svona, vá, þetta myndi mig á svona... Það myndi mig á mig í góðgring þegar ég tekum inn á peppa á. Það var ræðislu þessi, velkomin í pepphornið, það er pressaður eftir síðasta peppara. Já, sæl, við erum svolítið að fara að horfa á fimmleikamót. Ok. Og við viljum fara að peppa Selfoss. Peppa Selfoss? Þessi bær sem þarf ekki að peppa, sko. Æ, það þarf alltaf að peppa alla. Það er alltaf að peppa. Selfoss sem aldrei sefur eins og ég kalla hann. Já, nákvæmlega. Já, hvar er Selfoss að fara að keppa í fimmleikum? Það er að fara að keppa í Stjörnunni. Í Stjörnunni? Í Garðabænum. Þannig þú ætlar að peppa þær, stelpunar? Já. Herru, við bara óskuðum góðs gengis og... Við erum ekki strákar ekki í fimmleikum? Jú, þetta er ok, hann horfir alltaf á hlutunum svona með einhverjum kynjaglir og afsakaðu þetta, takk hérlega fyrir símtalið. Já, lítið. Ég fyrir að pappa hérna. Takk að þetta, við skilum hverju. Ok, takk. Þetta var gott pepp fyrir fimmleika fólkið og það var kannski meira þegar að stelpa á línunni, Hjörvar, hættu þessu. Já, en þú ert náttúrulega karlarempa og þú veist það. Þegiðu nú aðeins, jæja. FM 95 Blö, góðan daginn, velkomin í pepphornið. Já. Þú ert að lækka í útvarpinu. Já, stelpur lækka í útvarpinu. Já, stelpur. Lækkið þig? Er þið rugglaðar? Það er ég ætla að peppa húsmæðarskólan að Hallonstað. Peppa húsmæðarskólan? Það er alvöru nám. Já. Ég er ánægð með það. Mummi vinnu minn fórum mitt í þann skóla og stóði sig eins og hetja. Er mikið að strákuða núna eða? Það er einn strákur. Einn strákur, hann veit alveg hvað hann að gera sápiltur. Áður við með að hreinu strákur. Þetta er vel gert. Það er gaman fyrir hann að kíkja á böll og svona hann að hjá okkur. En þú ætlar að peppa um skólan? Já. Hvernig er stemmingin í skólan núna? Geðveik, við erum alltaf með temmi. Ég heyri bara stemningu. Djúvill er ég ánægð með. Þetta er bara svona föstudagur að vera. Heyrðu fjör? Já, ég heyri þetta. En hvað hérna, nú er klukkan 26, þið verður ekki dauðað fyrir skaupið það? Nei, við erum bara að byrja að hella í okkur núna. Já, ok, hellið nú bara duglega í ykkur. Og hvert á að fara í kvöld? Hvert á að fara í kvöld? Bara, hvert sem er? Kaffi Egilsstaðir. Kaffi Egilsstaðir. Þá heyrið það strákar þessar skvísur á liðin á Kaffi Egilsstaðir og það verður fjör í kringum með þær, það er nokkuð ljóst. Herru, þetta var gott pepp. Takk, bæ. Ok, bæ. Heyrðu fjör, veistu það? Þetta verður svo róli helgi á mér, en svona bara, þegar maður heyrið hvað er mikið fjör í landunum, það kveikir í manni. Í landunum? Já, þetta er landin. F9 Blö, velkomin í peppóni. Halló, verður nú aðeins peppaðari? Er þetta strákarnir á FM 957? Já. Þið eru svo flotti strákar, maður. Ekki, þú ert sjálfur flottur. Þið eru svo, ég hlusta á okkur alltaf. Ég hlusta á þig. Þú ert flottur.
Strákar, þið hróskilið. Já. Þið eru bara að vera með þessar flottur þátturinn eitthvað. Þessi Breki þarna. Hann er hálfviti. Já, ok. Hann er æðislegur. Hann er æðislegur, já. Þannig að þú ert að peppa bara þáttinn. Mér finnst þetta æðislegt. Júbildar, já, vel peppaður og góður, takk hérlega. Takk æðislega fyrir þetta. Takk fyrir að vera til. Takk sömuleiðis. Djúvillig gaman í peppbótinu, maður. Það koma peppiði meira. Já, peppum, fáum, 2 peppi viðbót. Halló, velkomin í peppbótin. Hvað segirðu? Halló. Hann var svo full peppaður þessi, hann kom tögum. F95 blöð, velkomin í peppbótin. Halló. Já. Það er ekki nóg mikið peppi þessar röddinn. Nei, hvað er að gerast þetta? Man sé að það er eitthvað dett út. FM95 blöð, velkomin í peppbótni. Já, halló. Já, halló. Blessaður. Halló, já, góða kvöldi miklu meistarar. Hvað segirðu, maður? Hvað ætlar að peppa, Karl? Hvað á að peppa? Herri, ég ætla bara að peppa ykkur alla 3 fyrir kvöldið og ég veit að þið eru góðu feeling, ég er góðu feeling, hún var í góðu feeling. Og ég veit að þið eru til í kvöldið, meitt, kalda. Já, til í allt, við erum til í allt. Já, eins og Frikki Dór söngjöndum árið, þú veist hvað ég meinum. Jú, er þú nettur? Já, ég veit það, allt þetta. Þið eru nettir, við erum nettir, hún var nett og ég meina, ég byrsti að sjá okkur í bænum í kvöld. Sælar. Þessi var að peppa bæinn, gaman að heyra, kallinn minn. Þá tökum við síðasta, þetta er búið stórkostlegt peppbót. Það er komið að síðasta peppun og það er pressa á þessum hlustanda. Velkomin í síðasta pepp dagsins. Sælir. Ég verð bara að pakka upp pitbullinn, sko, þetta var þakkalegt daga. Já, hann er góður, hann er hérna, hann er illa góður pepparinn, sko. Það verður blast á honum í kvöld. Maður sé að halda áfram að peppa hans upp. Peppa hans, hvað er svona þitt lag með honum? Mitt lag... Ég myndi segja að það er reyn over me, sko. Já. Það verður bara ekki þreytt, sko. Það er mitt. Það verður bara ekki þreytt, sko. Og náttúrulega... Það var þakkað líka að Svessi tók á daginn, sko. Já, Svessi var með að gróta þetta. Já, að gera peppa Svessana eins og þetta. Alltaf peppa Svessa. Svessmann veit alveg hvernig að gera, sko. Já, Tjöflið og Svessmann er svo fljótur að vera þungur, þannig að maður þarf að peppa hann reglulega inn á milli til að halda lífsgleðin í honum. Jú. Já, hún finnst alltaf eins og Ásdís að fara frá honum og eitthvað svona, þannig að takk fyrir að peppa Svessan. En herðu, meðbynda að því þú ert á línunni og það eru allir í svo peppuðu stuð. Þetta er bara eitt skemmtilegasta peppbót sögunar. Ef þú ekki að henda bara í lagið sem þú ert að fara að taka á djamminu í kvöld. Það er stuðið í þessu We Burn the Night, Havana Brown og mikill föstudagur í okkur. Finnur við munin á peppbótinu og töðunum? Já, það er allt annað. Bara einhvern veginn, það bara datt helgin í mann hérna. Segðu. Mikið stuða á fólki og við þökkum öllum kellaði fyrir gott pepp. Nú spyr ég þig, Hjörvar. Spurðu mig. Já, hvernig er helgin hjá þér? Hún er ábúinlega mjög róleg. Mér langar þetta að geta eitthvað hrigalega gott um helgina. Já. Mér langar að vera svona í einhverjum alvöru mat, sko. Eitthvað sem að þú ætlar að henda sjálfur á grillið? Já, ætlum að setja ekki einhverju lund á, byrja á lókin á grillið og hæga eldana síðan á 125 gráður í svona 30 myndur. Opna góða rauðvín og lefina andana fram á morgundag? Já, ef það er eitthvað sem ég kann, þá er það þetta. Já, ég er ekki frá því að grilli humar á morgun kannski og hendi sunnudaginn í einhverja góða hjónabandshælu. En sá svona ángríns, ertu eitthvað að byrja að elda það? Já, ég grilla alveg svona. Núna án alls gríns ég sverða við að ég seti hérna. Þá var ég alveg duglegur að grilla síðan sögum að ég kann alveg elda þó ég sé hálf þróskættur í þessu öllu saman, sko. En elda ekki nógu mikið. Nei. Og það eru staðir eins og Safran og Serrano og aðrir sem að græða ágætlega á því. Ég held að ég sé búin að halda Serrano þarna í Smáralind uppi bara síðustu mánuði. Ok. En þú ertu duglegur að elda? Já, maður svona reynir allan eitthvað að gera. Já. Ég get ekki segið þessi duglegur, en maður alltaf... En ertu að hendi eitthvað, þú ert ekki að hendi í pottrétti og svona? Jú, það er alltaf ekki bara að steika kjúkling og setja síðan sósuna sem að er í kannski Matilda Jeffries yfir, sko. Já, ok. Það er ekkert mál, sko. Nei. Þú er bara með rísgrjón á kantinum og svona og setja kartöflur og eitthvað. Já, ég er að tala svona á kjúklingarétt eins og Múta gerir, þú ert ekkert, ég sé það ekki alveg fyrir mér heima þér, er þetta bara svona rísgrjón og Matilda sósa? Nei, maður bara sem fer á skurðborðið og sker kjúklingin niður í svona litla bita. Já.
Setur á pönnuna og svo dæmið yfir og allt klárt. George Foreman grill hefur verið virkilega gott fyrir mig í gegnum tíma. Já, ég er meira fyrir að baka bringundunum svona, mér finnst það svona frekar hrátt að gera þetta þannig. Ég er mjög ástríðufullur þegar það kemur á mat. Ég drefti mikið. Fyrir mér er ekki þetta nógu mikið svona passion í þessu. Ekki, hvað, setið þetta á grill? Foreman grill, það er eitthvað svo, en þannig erum við bara ólíkir. Ég er meira fyrir að opna bringuna og kannski fyllana með smá fetaosti og persónu. Ég fæ svona ógeðisrollur og byrjar á svona talistundum. En hvað hérna, ef þú ættir að henda í þinn besta rétt, hvað er Hjöppi special þegar það kemur eldhúsinu? Það kemur eldhúsinu? Já. Segjum það væri komin einhver lucky lady, komin í heimsókn og ætlar að reyna að heilla hana með eldamennsku, hvað myndi kallinn hendi? Það væri væntanlega hamborgari. Það? Reyndar er ég ekki frá því að það sé svona það sem ég gerir best. Ég gerir mjög góða borgara, sko. En það er eitthvað svona pínu ódannað. Komin einhver heim og maður svona hendi bara í borgar. Ég myndi bara ekki eitthvað lífrænt rættað. Nefnitt. Þetta er skemmtileg umræða hérna, eldhúsumræða á föstudegi hjá okkur strákunum. Við ætlum eins og vera að fara í Chris Brown. Ég er nú ekki mikill aðdáðandans en... veit það ekki. Fílar hann? Þetta er gott lag hjá honum. Þetta er ágætis lag, þetta heitir Turn Up The Music og er svona föstudagsfílingur eins og síðustu lög. Brown, þú ert að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, vonandi ertu búin að vera að hlusta síðan 4 í dag því að þátturinn er búin að vera virkilega góður þó ég segi sjálfur frá. Þú voru mikið stuð okkur strákunum. Hjöppi, þú verður hjá mig líka næsta föstudag. Já. Grjótharður, þannig að við höldum áfram með Peppot í næsta föstudag því að það er frí á 50-daginn. Sumardagurinn fyrsti. Vaktin þín færist yfir á 50-dag, segir vaktstjórðin hér. Ok, yfir á föstudag, mennur? Já, yfir á föstudag. Það er samt ekki, sko, sumardagur fyrsti, það er ekki hittast í að vara upp úr 5 í svona 15. Já, sko, rólur á 15, ákveður ekki að segja eitthvað sem gæti gæst. Fá 9 til 10 gráður og allir sáttir. Ég er allavega ángríns fersku með 10 gráður. Tekkist það að tala? Hvernig verður þetta? Verður við í beinni frá lóninu? Já, við verðum í beinni útsendingu frá Bláa lóninu. Hvað það verður geðið þetta? Og já, Ford Elite keppni verður hérna á kantinum og einhver cocktailsmökkur. Hvernig væri nú þetta? Fyrri klukkutíma var þetta mjög góð. Menn með alltaf hreinu. Fyrri klukkutíma var mjög hressandi. Svo er hann að rífast í þetta. Það kom eitthvað rugg svona upp úr 5:30. Það er bara svona, herðu strákar, ef við ekki bara hætta þess fyrr. En það er búið virkilega gaman í dag og við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustuna. Ég og skal ég ykkur segja að BB King, the real BB King verður mættir hérna á mánudaginn með góðan þátt, ég og Björn Bragi og hvetja ykkur til að hlusta það klukkan 4. Það er bara sem allra besta helgi og við ætlum enda þetta á alvöru föstudagslægi. Það er stuð á okkur. Þetta er David Guetta með Titanium. Gangi hægt til gleðina dyr og hafa það sem allra best. Og eitt feskan og góðan línubát. Sölabáta. Hvað er ykkur hundur í þér? Já, maður, ég ætla að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki bás. Akkur ferð ekki bara ná smálán.is. Vandar ekki bara smá. Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan. Einn af ástæðum þess að Dominos er mest selda pizza á Íslandi er svo að viðskiptavinir Dominos treysta því að allt hráefni í öllum pizzum Dominos er fyrsta flokks og umfram allt ferskt. Dominos býður upp á meiri gæði. Dominos 58 12345. Við erum 5 ára í dag og þú færð 5-falt fleiri N1 punkta. Það er ekki amaleg amælisgjöf til N1 korthafa. Nýttu tækifærið. N1. 5-falt fleiri punktar í leiðinni. Enn meiri afsláttur í Outlet í miðhrunni 2 í Garðabæ. Nú á allt að seljast. Leikföng, ritföng, parkett, flísar, verkfæri, innréttingar, heimilisvörur og ótal margt annað á ótrúlegu verði helgina. Opið frá 11 til 5. Gerðu ótrúlega góð kaup í Outlet í miðhrunni 2. 1909.is